Gufuskálar á Snæfellsnesi eiga sér mikla og merka sögu. Þar hefur alls konar starfsemi verið gegnum árin. Nú hafa ungir eldhugar ráðist í það verk að byggja staðinn upp og bjóða upp á fjölbreytta þjónustu. Ef við byrjum alveg á sögunni, hvað var hérna áður og hvað er að gerast núna? Þetta er gamalt sjávarþorp hérna á Gufuskálum og það er svona sagan byrja kannski helst 50 og eitthvað, 60 og eitthvað svoleiðis. Þá hérna kom sem sagt bandaríska strandgæslan hérna og byggði þetta mastur sem við sjáum hérna baki okkur. Og þetta var sem sagt kerfi sem var undan GPS-kerfinu. Og hér bjuggu alltaf 200 manns á tíma og þessi stöð var hérna til 1994. 200 manns, er það Íslendingar eða hermenn eða? Það voru mest Íslendingar en það voru einhverjir frá bandarísku strandgæslunni sem voru hérna svona verkfræðingur annars sem komið svo stað en það var svona mest til Íslendingar. Svo tekur eitthvað annað við þegar því tímabili lýkur í lífi Gufuskála. Hvað tekur þá við? Þá tók ríkið við. Póstur og Sími sá stöðina hérna með bandarísku strandgæslunni og voru með starfsmenn hérna. Þannig að þetta fór yfir til ríkisins og ríkið afhendir þetta slysandafélaginu Landsbjörg 97 sennilega eitthvað svoleiðis. Og þau voru hérna til 2012 með þjálfunarbúðir fyrir björgunarsveitirnar á Íslandi. Það voru reykköfun og alls konar í gangi hér eða ekki í þessum húsum? Já, þetta svæði er helst þekkt fyrir rústabjörgunaraðstöðuna sem var hérna. Og hérna erum við náttúrulega með jökulinn og við erum með sjóinn og hraunið og allt. Og þetta var mjög vinsælt svæðið meðal björgunarsveitarmanna á þeim tíma. En síðan var þessu svæði lokað 2012 og slysandafélagið fór. Og þá tókum við bara við og fórum að leita annarra leiða og nýta þessi húsnæði sem eru hérna. Þið feðgarnir voru hérna áður, þið voruð að þjónusta ekki Slysavarnafélagið? Jú, ástæðan fyrir ég flyt hérna er að faðir minn sá þjálfunarbúðina fyrir Slysandafélag Landsbjörg. Þannig að þá fór maður að þekkja náttúruna og vera meiri í náttúrunni og það náttúrulega nýtist síðan seinna meir. Er ekki svolítið kúvending að fara úr þjálfunarbúðum fyrir Slysavarnafélagið í ferðamannabrasann? Ég held ekki, ég held að þetta sé nú allt mjög svipað. Þetta er bæði svo náttúrutengt. Rústabjörgun bæði? Já, það má segja það að vissu leyti. Við náttúrulega fórum niður í hellana og eins og til dæmis með Vatnshelli, það má alveg segja að það sé náskylt rústabjörgun að skríða niður í einhverja hraunhella. Það hlýtur að vera óbúslega góð tilfinning fyrir ferðamenn að vera í öruggum höndum björgunarsveitamanna? Já, það var ekki langt að grafa niður á þennan grunn sem við höfðum í björgunarstörfum og það nýttist að sjálfsögðu vel þegar við fórum að skipuleggja ferðir hér upp með fjöll og niður í hella og annað. Hvernig kemur þú svo inn í þetta allt saman? Herðu, það er nú þannig að Ægir hefur samband við okkur og við ákveðum að fara saman í þetta verkefni og þá í rauninni koma tveir aðilar með mér í það og það er hann Baldur og Ásgeir og við ákveðum að vera með gistingu á svæðinu og sem sagt hann fer inn á það að tala um að nýta húsnæði og við náttúrulega sáum tækifæri í því að bjóða bara túristunum upp á að gista hérna á svæðinu og við núna stefnum á að vera með gistingu sem er í ódýrari kantinum en samt flotta og þannig að við í rauninni svona samspil okkar á milli er það að hann er með ferðirnar og svo sjáum við gistinguna og jafnvel meira í framtíðinni. Já, það er allavega nóg á húsum. Þau eru svona misjafnlega á sig komin eða voru það? Þið eru nú búin að vera ansið duglegir að taka þau í gegn. Já, við opnum 21. september og þá opnum við fyrst 4 hús. Og svo núna 1. janúar þá í rauninni opnum við 8 hús og svo núna erum við að vinna í því að laga aðra blokkina og við erum búinir að laga sem sagt 1 af 6 í þeirri blokk og erum núna í apríl að fara leggja hönd á húsnæði nr. 2 og það er svona núna að hugsa aðalega fyrir starfsmenn hjá okkur þar sem þetta er orðið svolítið stórt verkefni og við þurfum að geta nýtt þetta þá í túristana og starfsmennina og annað. Þið eru eiginlega komið bara alveg heildarpakka, það er gisting, matur og afþreying, alveg fjölbreytt afþreying með þess að. Já, og við náttúrulega stefnum á því að vera með svolítið stóra heildarmynd og að þetta er rauninni verði þannig að túristinn getur komið hérna alveg til lengdar, jafnvel upp í viku og þá er rauninni tökum við á móti þeim í gistingu og svo sér Ægir ferðirnar og það er svona
það er framtíðarplanið hjá okkur og við stefnum á þetta verði svona sett í einhverja fasta skorður eftir 2-3 ár og komið svona heildarmynd yfir allt svæðið.